What a blessing to be back to Iceland. Þvílík blessun að vera komin aftur til Íslands. I love you so much. Ég elska ykkur svo mikið. And I'm so glad that I'm here today. Og ég svo glaður að vera á meðal ykkar í dag. What God cannot do does not exist. Það sem Guð getur ekki gert, það bara ekki til. God is not a man so he can lie. Guð ekki maður, hann geti logið. When God plans something, Þegar Guð áætlar eitthvað, he opened the ways to make it to come to pass. þá opnar hann veg til að það verði svo. God is so amazing. Guð svo undraverður. And God, today I was just meditating on how I knew this church. Og ég var að íhuga í dag hvernig ég tók eftir þessari breytingu. How did God connect us? Hvernig tengdi Guð okkur? And then I was just saying, God, you are so good. Svo sagði ég bara, Guð, þú ert svo You know góður. how to work things out in a mysterious way. Þú veist hvernig á að koma hlutum í lag og tengja rétt. And then I said, thank you for this divine connection. Og ég sagði bara takk fyrir þessa guðlegu tengingu. Thank you for Iceland. Takk fyrir Ísland. And Iceland, I'm coming to announce to you Og Ísland, ég komin til að tilkynna that it's ykkur time to wake up. að það komin tími til að It's time to arise. Tími til að It's rísa á time to fætur. put back our fear. Tími til að setja ótta okkar. It's time to leave our past. Setja óttana baki og alla fortíðina It's baki. time to arise. Það komin tími til að rísa It's time to move in a new wave of the Holy Ghost. Það komin tími til að hrærast og fara áfram í heilugum anda. It's time to leave what was limiting us, not to move with God. Það komin tími til að skera á það sem höftin sem voru að hamla okkur að hrærast áfram í Guði. There is a sound from heaven. Það hljóð frá himni. And the sound is calling. Og hljóðið það hljómar. And that is not a normal sound. Og það ekki eitthvað venjulegt hljóð. The altar is calling you. Það altarið sem að kalla. Say with me, the altar is calling me. Segðu þetta með mér, altarið að kalla til mín. Amen. 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 So glad to see women of God here. God bless you so much. Gaman að Amen. sjá hér Guðs konur. Bless ykkur. It's so good to see you today. Svo gott að sjá ykkur öll hér í dag. Thank you so much for the invitation. Takk innilega fyrir heimboðið. I know this is God's time. Ég veit að þetta Guðs tími. And I know this is God's plan. Og ég veit að þetta áætlun Guðs. And I know God's going to minister to us. Og ég veit að Guð ætlar að þjóna til okkar. And it's going to be amazing. Og það verður dásamlegt. Amen. Amen. My family, they said I should greet all of you. Fjölskylda mín, hún sagði mér að ég ætti að skila kveðju. I am a husband of one wife. Ég eiginmaður einnar konu. And I have 4 children. Og ég á 4 börn. They love the Lord. Þau elska Drottinn. And all of them, they say they love you. Og þau segja öll að þau elski ykkur líka. And my son was saying, I want to go to Iceland. Og sonur minn var að segja mér að honum langar að koma til Íslands. But I want to go when there is no ice. En ég vil fara þegar engin ís. I don't know, in his imagination, I think he thinks that everywhere is ice in Iceland. Ég veit ekki hvernig ímyndarafli hans virkar, hann heldur sennilega að það sé allt ísið lagt hér á Íslandi. So this time I came alone. Núna í þetta skipti þá kom ég með boðskap. But the wonderful people that we come together and who have been to Iceland. Ég kom með fólki sem elskar að koma til Íslands. They greet you all. Og þau heilsa ykkur öll. And next time we're going to come back together. Amen. En næst þá komum við saman. If I do better today, I will be invited again. Ef ég stend mig vel í dag, þá verð ég kannski, fæ ég aftur boðum að koma. And if I don't do better, they have a problem because they will never come back here anymore. Og ef ég stend mig ekki, þá verður aldrei boðið aftur. Hallelujah. 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 Tell your neighbor the altar is calling you. Segðu við náungan, altarið að kalla á þig. Amen. Amen. So last time I went on a mission trip to South Korea, Seoul.
Ég var síðast á ferðalagi í trúboðsferð í Seúl í Kóreu. And the Lord was sending me there to speak to leaders. Og Drottinn sendi mig þangað til þess að tala við leiðtoga. And when I was sharing with leaders, Og þegar ég var að deila með leiðtogum þar, I told them, þá sagði ég þeim, stop playing with God. hættið að leika ykkur að Guði. Being a minister Verið þjónar, is not a joke. þetta ekki eitthvað brandari, It is a calling. þetta köllun. When there is a calling, Þegar það köllun, it means you are being called to be set apart. það þýðir það að þú ert kallaður að köllu til þess að vera aðskilin It frá. doesn't matter where you were, Það skiptir engu máli or hvað what you þú were komst, doing. eða hvað þú varst að gera, The call of God comes on you. að þegar köllun Guðs kemur yfir And þig, announcements og þá that yfirlýsing, is announcing you to you þá yfirlýsing til þín to come out að koma út from your daily life, frá þínu daglegu from your störfum, normal life, þínu eðlilega venjulega lífi, and to come out from that að koma og stíga út to a úr því place where God is calling you. á þann stað sem Guð að kalla þig. Now, God is calling you Iceland, Guð að kalla ykkur Ísland. and the altar is speaking. Og altarið að tala. The altar is calling you. Altarið að kalla ykkur. And the call of God over you right now Og köllun yfir ykkur akkurat núna is to come out from that place where you are. að kalla ykkur út frá þeim stað þar sem You þú are ert. comfortable. Það sem þægindaraminn þinn You er. feel it's okay to be lukewarm. Þér finnst bara þægilegt að vera svona You hálfvolgur. feel it's okay to have a Christian life, which one leg is in Christ and the other one is in the world. Þér finnst allt í lagi að lifa kristnu lífi þar sem annar fóturinn í Kristi og hinn í heiminum. But the altar is calling you. En altarið að kalla þig. The altar is calling you. Altarið að kalla The þig. call from the altar Köllunin frá is altarinu talking to you að tala beint í þín and telling you og að segja you þig. cannot be a believer Þú getur ekki verið trúaður who einstaklingur is calling upon the name of Jesus sem ert að hrópa á nafn Jesú while living with hatred and jealousy. meðan þú lifir með hatur og afbrýði. There is a call of God, Það köllun Guðs and the altar is calling you. og altarið að kalla þig. When the altar is calling you, Þegar altarið kallar, it's not a call like your mom is calling you. þetta ekki eins og bara mamma sé eitthvað að kalla á þig. It is a holy call. Þetta heilög köllun. It is a holy call. Þetta heilög It is a köllun. call that is calling you into intimacy. Það köllun sem kallar þig inn í nánd. You are called to enter a place where you've never been before. Þú ert kallar að köllun á stað sem þú ekki verið áður. You are called to enter a new dimension. Þú ert köllun til að fara inn á nýtt sviðin You are called to enter a place where you're going to carry fire, og inn á stað þar sem þú ert bera mikinn eld and everybody will encounter you og allir sem eiga samskipti við þig will receive fire. munu fá snertingu á So þessum there is eld. a call. Þannig að það köllun. And the call is saying, get out of darkness. Köllunin segir, farðu út úr myrkrinu. Get out of darkness. Komduður út úr myrkrinu. Get out from your pain. Komduður út úr þessum stað. Get out from everything that is bounding you. Allt það sem að binda þig. Take dominion. Taktu yfirráð. Take dominion. Taktu yfirráð. Say with me, the altar is calling me. Segðu, altarið að kalla mig. Amen. Amen. The altar is calling Altarið að kalla for you to return, fyrir þig að snúa aftur. for you to rebuild, Til þess að endurbyggja. and for you to rekindle. Og fyrir þig til þess að standa glæstur. I don't know if you can hear the sound of a calling. from Ég veit ekki heaven. hvort þú heyrir hljóminn af köllunni. There is a calling Það köllun. which is here this evening, Hún hér þennan and eftirmiddag. God is calling you. Og Guð að kalla þig. It is a challenge. Þetta áskorun. It is a challenge. Þetta áskorun. It is a call that wants to shake you. Þetta köllun sem við trista upp God í þér. wants to shake you Guð vil trista upp í out þér. of religiosity, Út frá þessu einhverju trúrækni slepju. because it's not about religious. Það vill ekki að þú sért einhver trúar It's not slepju. about system.
Þetta ekki endilega eitthvað kerfi. No, it's about you coming to a place where Þetta fjallar að þú komir á þann stað sem hann kallar. you become one with him. Þú verður eitt með honum. And if the church will become one with him, Og ef að kirkjan verður eitt með honum, we will see revival. þá sjáum við vakningu. We will see breakthrough. Við sjáum We will gegnumbrot. see manifestation. Við sjáum opinberanir. And we will see changes. Og við sjáum umbreytingu. There is a call this evening. Það köllun hér í dag. And I've come to you Og ég kom hér til ykkar just to announce to you til þess að yfirlýsa the altar is calling you. að altarið að kalla. The call which is on the altar is a sacred call. Að köllunin sem frá altarinu heilög God köllun. is calling you back to intimacy. Hann að kalla þig í nánd við God sig. is calling you back to holiness. Hann að kalla þig inn í helgun. God is calling you back to spiritual normality. Hann að kalla þig inn í náttúrulegan, yfirnáttúrulegan. God is calling you Lífstíl. back to a spiritual lifestyle Að þetta lífstílinn sé andlegur. that reflect his glory. Sem að lýsir að skín af dýrð hans. But the question is, En spurningin are you going to say yes to the call of God? ætlar þú að segja já við köllun Guðs? And I would like your yes Ef þú opnar eyrun, to be another kind of yes. að þitt já verði annars konar já. Not the same yes you made 2 years ago, 1 year ago, or last week. Ekki sama jáið og gerði fyrir ári síðan eða síðustu viku. Because you said yes to Jesus, Bara því að þú sagðir já við but Jesú, after 2 days you forgot your yes. en eftir 2 daga þá glemdur þú That's jáinu. why the altar is calling you. Þess vegna altarið að kalla þig. Not for a visitation, Ekki bara fyrir but heimsókn, for a dwelling. heldur að dvelja þar. To come and dwell on the altar. Að koma og dvelja á altarinu. Amen. Amen. Are we together? Erum við að tala saman? Am I starting well? Er ég að byrja vel? The altar is calling. Altarið að kalla. You are called to come on your knees. Þú ert kallaður til að koma á hnjánum. You are called to return to your first love. Þú ert kallaður til að koma til þins fyrsta kærleika. I was preaching last time, Ég var að predika síðast. and that was in Toronto. Og það var í Toronto. And it was a short time. Og þetta var bara stóð stutt yfir. And this doctor came to me and he told me, Og það var eitt sem kom og talaði við mig. you can use that, brother. He told me, I don't have a first love. Mér skortir þennan fyrri kærleika. You are saying I should return to first love. I don't have a first love. Þú segir að ég snúa aftur til minn fyrri kærleika. Ég I hef was enga born fyrri in the kærleika. church. Ég var fættist inn í I kirkjuna, go to church. fór alltaf í kirkju. I'm a member of the church. Ég meðlimur í I kirkjunni. know the church. Ég þekki kirkjunni I inn og don't út. remember when I had encounter with Jesus. Ég man ekki einu sinni eftir að ég átt So when you samfund við say Jesú. return to Christ, Og þegar þú segir snúðu til or Krist, return your first love, eða snúðu til þess I fyrsta don't know kærleika, even what it means. ég veit ekki einu sinni hvað það þýðir. I watch videos of people who are crying, Og ég horfði á fólk sem var grátandi, people who are falling down það var under the power of God, það fjallundan krafti Guðs, or people who are worshiping. eða fólk var að lofa But Guð, I don't know what it means to me because I never had any such experience. en ég veit ekki hvað þetta þýðir fyrir mig, því ég hef ekki átt neina So when you slíka are saying reynslu. repent and go back to your first love, Þegar þú segir iðrast og snúð aftur til fyrri I kærleika, don't know what it means. ég bara hef ekki hugmynd hvað I það say, þýðir. brother, I feel you. Ég sagði, bróðir, ég skynja þig alveg, Brother, I understand you. ég tengi við þig og ég skil You þig. don't need to return. Þú þarft ekki að You snúa need to við. accept a call Þú þarft bara að samþykja köllun, to come on the encounter. að koma inn í þennan samfund. Because sometimes we have been in the church. Stundum þegar við verið í kirkjunni, We can talk about prayer. við getum talað We bænina, can talk about worship. við getum talað We can lofgjörðina, talk about the word of God. við getum talað orð Guðs, But we don't have encounter. en við eigum engan samfund. That's why there is a call of God Þess vegna þetta, for people to come back on the altar. þess vegna þessi köllun frá Guðum að koma Because aftur að altarinu. You can be in the church Þú getur verið í if you've kirkjunni, never been on the altar. en þú hefur aldrei verið á altarinu.
And you can be there, you can participate. Og þú getur verið þáttangandi. Even you can preach. Þú getur predikað. Because everyone can preach the word of God. Þegar allir geta predikað orð Guðs. But you can preach and you are not on the altar. En þú getur predikað en ert ekki á That's altarinu. why God is calling you. Þess vegna Guð að kalla þig. Come on the altar. Komdu á altarið. If you never had any encounter, Ef þú hefur aldrei átt I samfund, want tonight to be your first encounter in the þá name vill ég að í of Jesus. dag verði fyrsti samfundur þinn. And if you had an encounter Ef þú hefur átt samfund and you backslided, og þú hefur svona farið í fráfall, I want you to know God wants to meet you tonight þá vill ég að þú vitir að Guð vill mæta þér so you hér can go back to your first love. til þess að þú getur farið aftur í þinn fyrri kærleika. Amen. 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 So what is an altar? Ég segi, hvað ég eiginlega að? Can anybody see an altar here? Nei, fyrir ekki, hann segi, hvað altari? Getið þið séð altari Do hér? you see an altar? Sjáuð þið eitthvað altari? We are on the altar, right? Við erum á altarinu. We come on the altar. Við komum á altari. We stand on the altar. Við stöndum á We altarinu. preach on the altar. Við predikum á altarinu. What is the altar? Hvað þetta með altari? Some people, they say our heart. Amen. I love that. Sumir segja hjart okkar, já, það gott, ég An elska það. altar is not a religious place. Altarið ekki einhver trúar iðkunarstaður. No. Most of Nei. the time when we talk about altar, we think about the place where we are standing right now. Yfirleitt ef við tölum altari, þá hugsum við þann stað þar sem við stöndum akkurat núna. The altar is beyond that. Altarið umfram það. The altar is a prophetic system. Altari spámanlegt kerfi. The altar is a spiritual technology. Þetta andleg tækni. The altar is a divine interference. Altari guðleg inntaka eða truflun. Divine interference where God, man and God commune. Það sem að maður og Guð eiga samfund. An altar is a dual place. A dual place. Altari svona tvíeggjaður staður. It's a place where there is an encounter Staður það sem samfundur between human and the spirits. milli manns og anda. That could be you are on the altar of God, Það getur verið að þú ert á altari or you Guðs are on the altar of Baal. eða þú ert á altari Baal. Because the altar becomes a spiritual technology. Því að altarið verður svona andleg tækni. The altar is a system of authorization. Altari staður það sem umbreyting. The altar is a platform where the spiritual realms Altari það sem eru andlegi hlutir sem gerast makes contact with the physical realms. og það sem tengist við hinn jarneska heim. The altar is the place where covenants are activated and maintained. Altarið staðurinn það sem sáttmálar eru aktiveraðir eða settir í gang og þeim viðhaldið þar. That's why the altar is so important. Þess vegna altarið svo afar mikilvægt. That there cannot be revival without altar. Það ekki hægt að það verði við vakning án altaris. Are we together, church? Erum við að tala saman? So I want you to know, when we talk about altar, Þannig að ég vill að þið vitið að þegar við tölum altari, we are talking about a prophetic system. þá erum við að tala spámanlegt kerfi. We are talking about a spiritual authorization. Við erum að tala andlegt yfirvald
og sem sagt, eitthvað sem gefur þér yfirvald. We are talking about a place which has a dual connection. Við erum að tala stað sem að hefur tvöfalda tengingu. It connects to realms. Þetta tengist inn í víddir. It is a platform. Þetta grundvallaður staður. Now, the altar should not only be physical. Altarið á ekki bara að vera í hinu jarneska. Because in the first place, the altar it represents spirituality. Því að í fyrsta lagi þá altari, það svona staðgengill fyrir eitthvað sem andlegt. Now, many people, when they are talking about altar, margt fólk þegar talar altari. We are in a place where we think that we have to come here and stand there. We are on the altar. Og eins og fólk túlkar það eins og það þurfa að koma á ákveðin stað og standa þar og þá ertu á altarinu. There is something more than that. Það eitthvað meira en það. So when glory to Jesus, amen. Dýr sé Guði, amen. Without an altar, án altaris, no covenant can be sustained. Þá engin sáttmáli sem að næra halda út. The altar is like a battery to a device. Altari, þetta eins og orkugjafi, þetta eins og geymir. We all love our smartphones. Við elskum öll farsíman okkar. But there is no better smartphone without a battery. En það ekkert varið í farsíma sem batterislaus. So altar is like your battery, is the battery for that device. Altari eins og hleðslutæki. It's a place of recharge. Þetta staðurinn þar sem að þú hleður upp. It's a place of renewal. Þetta staðurinn sem að endurnýja. It's a place to strengthen yourself. Þetta staðurinn þar sem þú styrkir sjálfan þig. It's a place of encounter. Á stað þar sem þú átt samfund. It's a place of transformation. Þetta staður umbreytingar. We are together, church. Erum við að tala saman, kirkja? So, where we have this physical altar from? Þar sem að við höfum þetta jarneska altari. We see in the Old Testament. Við sjáum í Gamla testamentinu. There are stories. Það heilu sögurnar. About altars. Altari. If we start from the beginning. Ef við byrjum frá upphafi. We see the children of Adam. Við sjáum börn Adams. Abel and Cain. Abel og Cain. These people, they knew about altars. Þau vissu eitthvað alturu. And they had altars. Og þau höfðu altari. So what was happening to them? Og hvað var að gerast með þá? They went to give sacrifice. Þetta var staðurinn til þess að færa fórnir. And I'm telling you, they needed altar. Ég að segja ykkur, þeir þurftu altari. So when they went to their altars to give sacrifice, þannig þeir fóru að altarinu til þess að færa fórnir. Something was happening. Þá var eitthvað að vera. In Old Testament, God was answering immediately. Og í Gamla testamentinu þá var það staðurinn þar sem Guð svaraði leið. People they went on the altar. Fólk fór að altarinu. And God answered their prayer on the altar. Og Guð svaraði bænunum á altarinu. So now they went there on the altar. Þannig að á altarinu. And we see some people they went on the altar good and other they went not in a good way. Sumir fóru að altarinu með gott í hyggju, aðrir fóru á altarið með önnur markmið. Now Abel's sacrifice was accepted. Fórn Abels, hún var meðtekin. And Cain was not accepted. En fórn Cains var ekki samþykkt. We know the story very well. Við þekkjum söguna. I touched it. It's okay. Don't touch mine, man. No. Okay. Okay, God is good. Amen. Look here now. Look here. Lítum á þetta. That God could answer prayers. Guð hann svarar bænum. When the people they went to put sacrifice on the altar. Þegar fólk setti fórn á altarið. Even first people who did that.
Þegar fólk gerði þetta, we see two kinds of people. þá sjáum við tvær típur af They fólki. are trying to connect with with God. Þau eru að reyna að tengjast við Guð eða One is Guði. doing it the right way, Einn að gera þetta á réttan and the hátt other is doing it the wrong way. og hinn að gera þetta á rángan hátt. But all they want to worship God. En allir, báðir tveir, vildu lofa Guð. All they want to go on the altar. Allir vildu fara að altarinu. All they want to be in the church. Allir vildu vera í kirkjunni. Probably every one of them have good hearts. Og sennilega hafa allir eru góðhjartaðir. Probably every one of them they want good. Og þeir vilja gera gott. And that is how the church look like today. Og þannig lítur kirkjan út í dag. No one is coming to church to cause troubles. Það enginn að koma í kirkju til þess að valda vandræðum. No one want to be fleshy. Það vill enginn vera eitthvað svona No one want to holdlegur. be carnal. Eða, já, svona holdlegur. Call a religious man, you are religious, you have a problem. Ef þú ert með svona trúræknis leiðtoga, þá munum við hafa vandamál. Pharisees were offended when Jesus called them who they were. Og farisearnir, þeir voru þannig og þeir voru að kalla ákveðna hluti út. That's why if you start to prophesy to you right now, Og ef ég ætti að spá fyrir ykkur núna, and I talk about your sins, og ég myndi tala syndir maybe ykkar, you'll never come to this church anymore. þá myndur aldrei vilja koma í þessa kirkju aftur. So it's like you are doing it, Ekki að þú sért að framkvæma but you þetta, don't like it. en þér líkar It's þetta not ekki. what you want. Þetta ekki það sem hún vill. Because there is a power behind that. Því að það vald og kraftur bak There við is þetta. a power behind what you are doing. Það kraftur og vald á bak við það sem þú ert að framkvæma. That's why the altar is calling you. En þegar altari kalla þig, The altar is calling you. altarið að kalla þig, So you can have an encounter. þannig að þú getur átt þennan So you can be samfund, delivered. þannig að þú getur So you fengið can be set endurlaust, free. verið sett frjáls, Message to the church. skilabóð til kirkjunar. If you're on the group of Abel, Ef þetta eru bara hópur af apelum, don't judge the kind. ekki dæma Kain hliðina. They need grace. Þeir þurfa náð, They need our prayer. þau þurfa fyrirbæn They okkar, need our intercessor. þau þurfa We have fyrirbændur to okkar. intercede over them. Við þurfum að biðja fyrir þeim. Church should be a safe place Kirkjan á að vera staður for everybody. fyrir hvert sem Jesus said, come to me all. Jesús sagði, komi til mín hver Come to sem me all. hver sem Come to me all. Það hver sem sem að koma. Come as you are. Komdu eins og þú ert, But listen to me, don't stay the way you are. en ekki vera eins og þú ert. The church is a place of transformation. Kirkjan staður umbreytinga. Come the way you are. Komdu eins og þú Let ert God transform you. og lefðu Guði að umbreyta þig. Learn how to go on the altar. Lærðu hvernig þú ferð á altari. Learn how to come to worship God. Lærðu hvernig þú kemur og lofar Guð. And the Bible said, true worshiper will worship him in spirit and in truth. Og Biblían segir að sannir tilbiðendur tilbiða hann í anda og sannleika. So God is calling you Þannig að Guð að kalla to come þig to a place where að koma á stað if þar, you overcome alcohol, ef þú yfirstígur alkoholisma, start to intercede for people who are still in addiction. byrjaðu þá að biðja fyrir þeim sem ennþá fastir í fík. If you overcome anger, Ef þú komið hingað fullur af reiði, start to pray for people who are still bound with anger. byrjaðu þá að biðja fyrir þeim sem fastir í That is what reiðinni. altar does. Það þetta sem altari gerir. Amen. Amen. So we read the Bible, God himself Við lesum í Biblíuna, Guð sjálfur, spoke to his people hann talaði til síns to fólks build him an altar. að byggja sér altari. So, and we see the physical Og altars. við sjáum þetta jarneska altari And these physical altars, they were like physical monuments. og þetta voru eins og minnismerki. This is where we see the Noah is building an altar for the Lord. Og við getum séð Nói, hann byggði altari Genesis 8:20. í fyrstu Mósebók 8:20 And the first thing that Noah did after the floods,
Og þetta nokkuð sem að Nói gerði eftir flóðið. Was to build an altar. Það var það að hann byggði altari. And then later we see Abraham. Og síðar þá sjáum við Abraham. Abraham built an altar as a sign of covenants. Og hann byggði altari sem tákn sáttmála. Noah is building an altar for gratitude. Nóa að byggja altari fyrir þakklæti. Abraham is building an altar for covenants. Abraham byggir altari fyrir sáttmála. The altar is where divine covenants are initiated. Altari er það sem að guðlegir sáttmálar eru undirritaðir. Altar is where divine covenants are renewed. Altari er það sem að guðlegir sáttmálar eru endurnýjaðir. Altars is a place where divine covenants are strengthened. Altari er það sem að guðlegir sáttmálar eru styrktir. What is your altar? Hvað er þitt altari? Where is your altar? Hvar er altarið þitt? Altar. Altari. How many people they like to pray here? Hvað eru margir sem að biðja hér? Tell me something. Segðu mér. Do you have a place in your house where you like to pray more? Staður heima hjá þér það sem þú líka betur að biðja en annar staðar? Do you have a corner? Eigið svona hotn? It's like a place, right? Þetta svona eins og staður. You like to go back there again and again. Þið langar að fara þangað aftur og aftur. Why? Af hverju? You built something there. Þú hefur byggt eitthvað þar. And it becomes your altar. Og það verður þitt altari. I don't want to tell you to be a religious person. Ég þarf ekki að segja að so you verði ykkur svona. House, you bring a table, I don't know, you bring clothes, you bring different kind of things, candles, I don't know what, like witch doctors from Buddhas. No. Þú þarft ekki að vera ykkur svona helgisleipju aðili sem að kemur með kerti og reykjelsi og dúk og alls konar. No, we are not doing witchcraft. Nei, við erum ekki ykkur galdrasiðum. You don't need candles for God to hear you. Þú þarft ekki kerti til þess að Guð lækni þig. For some people, they can help that romantic atmosphere between you and God. It's okay. Sumir kveikja á kerti sem að verður svona einhver rómantík milli þín og Guðs. But if you are trying to create a law, en ef þú ert að byggja eitthvað sem er svona lögmál, that God will hear you only when you have those candles, að Guð heyrir bara í þér ef þú kveikir á kertinu, something is not right. Þá eitthvað bogið við þetta. It has to be a place where you feel like, oh, something is happening here. Bara þetta staður það sem þú upplifir, það eitthvað að vera hér. Amen. Amen. Look, the church in 2009. 2009. I was a young preacher. Þá ég ungur predikari. Preaching Jesus. Og var að predika Jesú. I'm starting and I'm preaching Jesus. Og ég rétt að byrja og ég að predika Jesú. But in our church in Africa, en í kirkjun okkur í Afríku, when there is no service, we remove all chairs. Og í sömu guðþjónustu þá bara voru engu stólar. And we have our kind of carpets, African carpets. Og það voru alls konar gólteppi, afrísk gólteppi. And people, they come there to pray. Og fólk kom þangað til að biðja. And sometimes we leave our clothes there. Stundum þá skildu við yfirhafnar okkar eftir. Þetta staðurinn minn, ég að biðja. Og ég kem aftur til þess að biðja. Og stundum skildu eftir biblíuna sína þar. En eitt skildu þá lést barn. And the mother is coming to church, no one is there. Og móðurinn hún kemur í kirkjuna og það enginn þar. But there is a place. En það staður. Where she knows prayer is being done here every day. Hún veit bara að hér beðið dag hvern. And she take the baby and throw the baby there and say, God. Og hún fer með látna barnið og leggur það þar og segir bara, Guð, you are my God. Þú ert minn Guð. My baby cannot die. Barnið mitt má ekki vera látið. And throw the baby there. Og hún leggur barnið þarna inn í kirkjuna. On the altar of prayer. Á altari, á bæna altarið. After 2 minutes, the baby wake up. 2 minutes. Eftir 2 mínútur, þá endurlíkaðist barnið. And the baby stood up. Og barnið stóðu. Mommy! Mamma! Miracle. Kraftaverk. No one prayed.
Það enginn að biðja. But there are prayers which were prayed already. En bænirnar sem höfðu þegar in verið that beðnar place. á þessum stað. And it brought transformation. Og það skapaði algjöra umbreytingu. Look, we are not trying to create religious here. Við erum ekki að reyna að búa til ykkur trúar But I brögð will tell hérna. you something. En ég ætla að segja ykkur, Sometimes you can go to a concert kannski getur þú farið á tónleika and you can sing there. og þú getur sungið þar And it's amazing. og það er meira þar. But when you come to church, En þegar þú kemur í kirkju you connect with worship. og þú tengist við There lofgjörðatónlist, is another atmosphere það er allt annar andi that you experience. sem þú upplifir. Why? Af hverju? Because there is a lot of worship which have been made in this place. Af því að það er búið að vera stöðug lofgjörð á þessum stað. And those worship, they build atmosphere. Og þeir sem er að lofa Guð er að byggja So when you come andrúmsloft. here, it's easier for you to flow. Og þegar þú kemur ykkur þá er auðveldara fyrir það að flæða. Because it's a physical place where repetition of prayer, preaching, and worship has been done. Því að þetta er jarnesku staður þar sem að lofgjörð og bæn hefur verið stöðulega færð fram. It becomes a blessed place. Þetta verður blessaður staður. That's why people, they built with stones in Old Testament. En í Gamla testamentinu byggðu menn altari með steinum. We know the story of Elijah. Við þekkjum sögunum Elía. 1 King 18. Fyrsta konungabók You 18. can start from number 30 there if you are reading the story. Ef þú ætlar að lesa söguna, þá er það fyrsta I konungabók see 8. these people, they know the Bible. They're going to read home, right? Ja, fólki, þið þekki biblíun ykkur og þið ætlar að lesa heima, ekki satt? And he built an altar. Og hann byggði altari. After building an altar, Eftir að hafa byggt altari, because of the altar he built there, út af altarinu sem hann byggði and the þar, faith and relationship he has with his God, og trúin og samfélagi sem hann átti við Guð sinn, he was able to call fire from heaven. þá gat hann kallað eld frá himni And fire came down. og eldurinn kom niður. Altar. Altari. That is a physical one. Þetta er jarnesku staður. We see the altar that is known for us Að altari sem er okkur kunnulegt, is more the institution one. það er meira svona stofnanakent. We build our churches Við byggjum kirkjurnar and we know okkar this is the altar. og við vitum að þetta er altari. In our church in Poland, Í kirkjun okkur í Pólandi, one day einn dag, there is a lady here, she had demons. það var kona sem var andsetin. And these people, they prayed for the lady all night. Og fólki bað fyrir konunni alla And she nóttina was not delivered. og hún fekk ekki lausn. And these people were skeptical. Og fólki var svona drag í efa So when they came to church, og þegar þau kom í kirkju, I said, if I start to pray like the way they prayed, ef ég myndi biðja eins og þau báðu, we'll be joking here. að þá væri við hoppandi hér. I said, take that lady. Ég sagði, takið þessa She konu. has to go to touch that altar. Hún þarf að snerta altarið. If she touch, she will be healed. Ef hún gerir það, þá læknast hún. And the lady, they brought her, pulling her. Leið og þau drógu hana When she reached there, she said, I cannot touch and I command you to touch. She og hún touched sagði, ég there. get ekki snerta altarið. Og ég sagði, skipa þér að And she snerta. fell down, she slept. Og hún bara lagðist niður og svaf. All the church, she was sleeping. Alla samkomuna þá var hún bara We sofandi. finished the ministration, she was sleeping. Og eftir alla samkomuna þá var hún For people who sofandi. brought her, it was a first miracle. Og fólki sem kom með hana þá var þetta That she algjört could kraftaverk. sleep. Að hún geti sofið. And they didn't know what's going to happen later. Og vissi ekkert hvað myndi gera síðan. I finished. Ég er búinn. I closed my Bible. Ég loka Let's go biblíunni. home. Við skulum I fara said, heim. but Isa sleeping there. En hún er sofandi hana. Wake her up. Oh. She's free. Vekt hana, hún er frjáls. They wake her, she wake up. She, Og hún where am I? vaknaði. Where am I? Og hún sagði, hvar er ég? You are in Shekinah. Við erum í How Shekinah. did I come here? Hvernig kom ég hingað? We brought you here for prayer. Við komum hingað með þig til þess að biðja fyrir From þér. that day, God delivered her. Á þeim degi þá leisti Guð We hana. need altars Við þurfum alturu that speaks into our lives. sem tala inn í líf okkar. And most of the time we are focused on these physical altars. Og yfirleitt þá erum við svo fókus á þessu jarnesku We alturu. forget about the altar that is in our hearts. Við gleymum altarinu sem er í hjörtum okkar.
when Apostle Paul is saying, offer your body as a living sacrifice. Þegar Póstuli segir, þið bjóða líkama ykkar fram sem lifandi fórn. Bring your body on the altar. Komdu þá með líkama þinn á altari. Your heart is that altar. Hjartað þitt þetta altari. Where God wanted to bring your body on the altar. Þegar Guð vill færa líkama þinn á altari. In Old Testaments, Í Gamla testamentinu, people were not able to be altar. It was impossible. þá gat fólk ekki verið altari. Það var ekki möguleiki. That's why they needed a legal gateway. Þessna þurftuðu lagalegan grundvöll eða stað. Altar is a legal gateway. Altari löglegur staður. And Jesus, Og he Jesús, came from heaven. hann kom frá He himnum, died on the cross hann dó á to krossinum transform the Old Testament til þess að umbreyta Gamla and to testamentinu, give us access. til að gefa okkur aðgang. So we are not gonna build monuments anymore, Þannig að við erum ekki að búa til ykkur but we're gonna have minnismerki, altars in our hearts. heldur höfum við allt öru í hjörtum okkar. Now look at you. Lítið á okkur. We are not waiting for the Solomon temple anymore. Við erum ekki að bíða eftir musteri Salomons. Your body is a temple of the Holy Spirit. Líka með þinn musteri heilags And anda. inside of you there is an altar. Og innra með þér Where altari. God is calling you on that altar. Það sem Guð að When kalla you þig á come þetta back on altari. that altar, Þegar þú kemur á your þetta life is altari, transformed. þá You umbreyting become í a new lífiðinu. man. Þú verður You ný become a manneskja, new woman. ný kona. You sing a different song. Þú syngur annan söng Because you believe vegna þess að þú trúir the offering að fórnin that Jesus offered on the cross, sem að Jesús fórna á which was the krossunum, perfect sacrifice sem var fullkomin fórn and the perfect altar for all of us humanity, og fullkomin altari fyrir allt so that we mannkynnið. can be transformed. Að við getum umbreyst. If I had time, we could go in history Ef ég hefði tíma getum við farið aftur í söguna to show you the altar. þegar sína þér altarið But to bring you in a short version, til þess að gefa þér styttri útgáfuna. Jesus Christ died on the cross Jesús Kristur dó á so he krossunum can make available for us the altar til þess að altarið væri okkur aðgengilegt. that we will wake up in the morning, we carry it. Þegar við vöknum á mótnana þá berum við þetta altari. That's what the Bible says. Það er sem Biblían segir. True worshippers Sannir will tilbiðendur worship munu in tilbiðja spirit í anda and in truth. og sannleika. You don't have to go to the mountain to Þú worship. þarft ekki að fara upp á fjall til að You have tilbiðja. to be a worshiper. Þú þarft að vera Worship tilbiðandi in spirit and in truth. sem tilbiður í anda og sannleika. The altar is calling you Altarið er að kalla to þig change your minds, til þess að umbreyta huga to þínu, transform your ways. til þess að umbreyta vegum þínum. Bring your body on the altar. Komdu mig líka með þenn á You altari. will see transformation. Þá möntu sjá You will see umbreytingu. blessings. Þú möntu sjá blessanir. And the altar is the place where there is gateway. Og altarið er þar sem eru hlið. A man cannot be transformed Maður getur ekki umbreyst unless he humble himself nema hann auðmjúki and sjálfan sig come on the altar. og komi á altarið. A place where Á stað þar, pride dies, þar sem að stoltið deyr, depression dies, þungliti deyr, sickness dies. sjúkleiki deyr. Our character are transformed to fruit of the Holy Spirit. Karakter okkar hann ummyndast í ávöxt heilags anda. There is a call of God. Það er köllun Guðs. There is a call of God. Það er köllun Guðs. So when we read the Bible in Hebrews chapter 9:12 Í Hebreabréfinu 9:12 and we read Hebrews 13:10, og Hebreabréf 13:10 we see that the cross is the fulfillment of all altars. þá sjáum við krossin í uppfyllingu altaris. The cross is the fulfillment of all altars. Krossin er uppfylling allra eða ölluru í ritningunni. People, they are sinning today. Fólk sem syndgar í dag. People, they are living life which they are living today. Að lífið sem að fólk lifir í dag. People can have 1 million of theology today Það getur haft milljón hugmyndir af Guðfræði. because they never kneel on the cross. En það hefur aldrei
beygt sig við krossin. Jesus is not calling you to die on the cross. Jesús ekki að kalla þig til þess að deyja á He's krossinum. calling you to kneel on the cross. Hann at að the kalla cross. þig til þess að beygja kneðin við krossin. Come at the cross of Jesus. Komdu á krossinum hjá Jesú. Which means accept what Jesus did for you already. Sem þýðir að þú samþykir hvað Jesús þegar búinn að gera fyrir þig. He paid all your debts at the cross. Hann greiddi allt gjaldið á krossinum. And he wants you to be free. Og hann vill að þú verði frjáls. He wants you to be delivered. Að þú sért leyst undan öllri You ánauð. can only encounter him Þú getur aðeins átt samfund við hann when you humble yourself þegar þú auðmýkir þig and come at the cross. og kemur að krossinum. Glory to Jesus. Dýr sig Jesús. Glory to Jesus. Dýr sig Jesú. Glory to Jesus. Dýr sig Jesú. You cannot experience supernatural blessings Þú getur ekki upplifað yfirnáttúrulega blessun without the altar. án altaris. And this altar is the place of humbling ourselves. Og þetta altari staðurinn þar sem við auðmýkum okkur sjálf. I know you are very intelligent. Ég veit að þið eru mjög velgefin. I know you are very smart. Ég veit að þið eru nokkuð glögg. I know you are very rich. Ég veit að þið eru rík I know you are very blessed. og þið eru blessuð. But why? En af hverju? Why? Af hverju? You allow your pride to kill you. Af hverju leifurðu stoltinu að drepa þig? It's okay. People, they wounded you. Allt í lagi ef fólk særi þig. And maybe those people, they went. Og kannski, And they don't care about wounding you. og þetta fjallar ekki bara að þú sért særður And you are still there. og þú ert ennþá þarna. Talking about them again and again and again and Talandi again and um again and aftur again. og aftur og aftur og aftur. Why are you so important? Af hverju er þetta svona mikilvægt? Can you let Jesus be important in your life? Má Jesú vera mikilvægur í lífinu? I'm sorry they wounded you. Mér þykir leitt að þau særðu þig. But please, En í Guðanabænum, don't be important more than the cross. ekki vera mikilvægari heldur en krossin. The cross, don't be too rich than the cross. Ekki vera ríkari heldur en krossin. Don't elevate yourself higher than the cross. Ekki hafa þig yfir krossin. The cross is the highest altar Krossin hæðsta og that we æðsta all altarið. need. Hann mætir öllum It's þínu the þörfum. place of deliverance. Þetta staður þar sem að þú It's fær the lausn. place of freedom. Staður frelsis. It's the place of miracles. Staður It's kraftaverka. the place of change. Þetta staður umbreytingar. That's what the Bible says. En Biblían If my segir, people were called by my name, ef mitt fólk sem kallað They með will mínu humble nafni, themselves. þau munu auðmyggja sig and pray. og biðja. When they start to pray, where do we pray? On the altar. Hvar biðjum við? Á altarinu. Without prayer, Án bænar, there is no transformation. þá engin umbreyting. Everybody can preach, Allir geta predika, but not everybody can pray. en ekki allir geta beðið. God is calling us to pray, Guð að kalla okkur til bæna, to humble ourselves. að auðmýkja okkur sjálf. This is what will bring changes in our lives. Þetta það sem mun gera breytinguna í líf okkar. Say with me, Lord Jesus, Þannig að við segjum, Drottinn Jesús, anoint me this morning. smurðu mig þennan daginn, We are evening already. Anoint me this evening smurðu mig þennan daginn and help me og hjálpaðu mér to humble myself að auðmýkja sjálfan mig. to receive what you have for me. Að ég geti meðtekið það sem að þú hefur fyrir mig. Lord Jesus, Drottinn Jesús, I invite you ég býð þér to show me að sýna mér what is making me to run away from the altar. hvað það sem fær mig til þess að hlaupa frá altarinu. It can be your old teachings. Það getur verið gamlar kenningar, It can be your old habits. gamlar venjur, It can even be what people they did wrong to you. jafnvel eitthvað sem var gert á þinn hlut.
Why you are living with an ex who doesn't exist anymore in your life? Af hverju ert að lifa með einhverju fyrrverandi sem ekki einu sinni til lengur í lífið þínu? Please, why? Why are you suffering with Af people? hverju þetta þjást með fólki? They wounded you. Fólk sem að særði þig. They did wrong. Þau gerðu ránt. Can you just come back? Getur ekki bara snúið við að altarinu? When we go back to the altar, Þegar við snúum að altarinu, we practice the word of God. þá æfum við okkur í orði Guðs. We forgive people who offended us. Við fyrirgefum fólki sem að gerða okkar Without them hlut. asking for forgiveness. Og við erum ekki að bíða eftir að þau biðjist We fyrirgefninga. lose our rights. Við bara töpum öllum okkar And we give réttindum the right to Jesus. og gefum rétt okkar til Jésu. It's time for transformation. Það tími fyrir umbreytingu. Lord, start with me. Guð byrjað á mér. It's time for revival. Tími fyrir vakningu. It's time to come back on the altar. Komið tími til þess að snúa til altarsins. Lord, start with me. Drottinn byrjað á mér. Transform my heart. Umbreytu hjarta mínu. Heal my heart. Læknaðu hjarta mitt. Deliver me. Settu mig frjálsan. Restore me. Endurreistu mig. So I can worship you. Til þess að ég geti tilbyðið þig. In Jesus' name. Í Jesú nafni. In Jesus' name. Í Jesú nafni. In Jesus' name. Í Jesú nafni. I see the light of God. Ég sé ljós Drottins. And this light is like flashing over people. Og ljósið það And I can blikkar see yfir it fólki. flashing. Og ég sé það bara eins og eldingu yfir fólki. And the Lord is saying, Og Drottinn að segja, I'm coming to heal you. ég að koma til að lækna I'm þig. coming to deliver you. Ég að koma til þess að setja I've þig seen your frjálsan. pain. Ég hef séð þjáningu þína. I've seen your suffering. Ég hef séð áþjánu þína. I've seen your battle. Ég hef séð I've baráttu seen your þína. spiritual warfare. Ég hef séð andlegu baráttuna þína. That light is shining over you today. Ljósið skín yfir þér Because í God dag. wants you to be victorious. Þegar Guð vill að þú God sett wants you to sigursæll. walk out of that situation today. Hann vill að það And verki come út í on the lífið þínu. altar. Að þú komir á Because the time altarið. has come. Að Because tíminn the er time is kominn. now Þegar tíminn er núna. for your supernatural Fyrir þitt transformation. yfirnáttúrulega umbreytingu í þínu Thank you, lífi. Holy Spirit. Fyrir heilagan Thank you, anda. Holy Spirit. Takk heilagur andi. Come on the altar. Kondu á altarið. Is that depression, Ef það er þunglindi, anxiety, áhyggjur, sadness that you cannot control, ykkur sorg yfir því sem þú getur ekki sleepless stjórnað, nights? svefnvaka nætur, Come on the altar. kondu á altarið. Come on the altar. Kondu á altarið. Come on the altar. Kondu á altarið. In the name of Jesus. Í nafni Jésu. 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 Amen. 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 Hallelujah. Halleluja. Glory to Jesus. Dýr sé Jésu. God is good, amen? Guð er góður, amen. Oh, Jesus is Lord. Jesús er drottinn. Yes, God is good. Guð er góður. Whoa. It's so good to see you, brother. Gott að sjá þig, bróðir. Yeah, good to see you. Go and win many souls, yes? Þú munt vinna margar sálir. Yeah, win many souls for Jesus. Vinna margar sálir fyrir Jésu. I don't know how you are doing that, but preach. Ég veit ekki hvort þú sést að gera það, en allavega predika. When we're speaking about the altar, Þegar við tölum altarið, we are talking about the place where you unlock supernatural. þá erum við að tala staðinn þar sem við opnum á hið yfirnáttúrulega. We Christian, we don't honor altars. Við kristnir, við heiðrum oft ekki altarið, Let's say European people, people from Iceland. eða Evrópubúðir eða Íslendingar. I watched one movie of history of Iceland. Ég sá einhverja bíómyndu, það var svona saga Ísland. The story, how it looked like, how it was. Hvernig þetta var fyrr á tíðum. But you have a totally different story. En þið hafið allt aðra sögu. For me, what was interesting was how people they live in those mountains when it was snowing at that time. Og hvernig fólk lifði í fjöllunum á þeim tímum. But at least in Africa,
En í Afríku, people, they are used to altars. þar venja að vera með alturu. Me personally, I grew up in a family where Ég persónulega ólst upp í fjölskyldu þar my sem mom was a Christian. mamma mín var kristin. She grew up like a young lady, Christian young lady. Hún ólst upp og óx úr grasi sem ung But kristin my kona. grandparents, En amma og afi, and especially the side of my mom, og sérstaklega í móðurlegg, he was like a witch man. hann var eins og galdralæknir. He was using dark power. Hann var að nota svona myrkraöfl. So when I was going to grandparents, Og þegar ég fór til ömmu og afa, he had a place where it was built that was not allowed to go. og hann var með stað þar sem hann hafði byggt altari og þar var okkur bannað And að he has fara. his altar there. Og þar var altarið. And in that time, they were still feeding. They have to take food for those gods. Og á þeim tíma, því að það þarf alltaf að fara með mat til guðana. And I'm guilty because I was going to steal those food. Ég sekur því ég fór alltaf að stela matnum. Later, I needed deliverance. Og ég þarf örugglega lausn. They're supposed to deliver me because the first milk, Því að fyrsta mjólkin, he had broddurinn, cows. So Það hafði the kraft. first milk, það var broddurinn, instead of drinking it, í staðan fyrir að he drekka, has to take that milk there. þá þurfti hann að fara með fyrstu mjólkina They broddinn kill animals, they take the falskuðana. livers. Og þau tóku dýr og They lifur go, og they innibli sacrifice, they put there. og settu á altarið að Blood, fórna. they take blood, they cook the blood. This time, Blóð, there. þau elduðu blóðið og settu það þar. I thank God from childhood I never liked blood. If Oh. when those people eat those sausage blood, for me that doesn't Og ég work. þakka Guð að mér hefur aldrei líka blóð og því eitthvað sem ég borða blóðmör þá bara, bara. That one I could not touch. Og þetta eitthvað sem ég get ekki But snert. when I went there, En þegar ég fór þarna I could take a part of liver and eat. og þá get ég tekið svona brot úr lifur og getið And take those nice things and eat. og valdi svona bestu bitana So og át. even he was practicing the first fruit principle. Og jafnvel þótt að hann var að ganga út á þetta prinsip sem heitir að gefa að fyrstu uppskyrunni. Now when you go to Asia, Þegar þú fer til Asíu, you will find high level of discipline þá finnur þú mjög mikinn aga. to these people, Indian people. Indvest fólk They are practiced to Lord Krishna. og þau að tilbiðja kristna. When you go to these Buddhists, Þegar þú farið til buddistana, you will see which kind of honor and respect þá sjáu þau hvernig heiður og they have virðingu toward altars. þau hafa gagnvart alturum. When you speak about a temple, Þegar þú talar musterið, there are places where they cannot allow an outsider to go. það eru staðir sem að utanakomandi mega ekki koma inn. Because these people, they know those temples, they carry supernatural abilities. Af því að þetta fólk veit að þessi staðir hafa yfirnáttúrulega hæfileika eða þess aftar. And now we can see in Europe, Og við sjáum í Evrópu, you are going in a shop, there is something is there in that shop. þeir And so fara what inn í is happening on búð this earth? og það eru einhverjar styttur, búddista styttur og alls konar. You are tired, you want to go for a spa? Og þeir eru, ef þú þreyttur og vilt fara í You are laying there and sána say, Ribakata. You turn around, you say, og þá eru einhverjar búddastýttur og þess aftar. and it's a trend. Og þetta svona tíska. For Europeans, most of people, they use it as a trend. Fyrir Evrópubúa þá þetta bara svona tískufaraldur. For Buddhism, that it has a lot of meaning. En fyrir búddista þá ber þetta í sér mikla meiningu. To have the status of Buddha in one place, it has a lot of meaning for Að them. hafa búddastýttu ykkur staðar, það ber með sér mikla merkingu. So you can see that Þannig að þú getur séð þetta, we Christian, að við kristnir, most of the time we have ignorance við erum yfirleitt fáfróðum about the power of altars. kraftin sem liggur í altari. But if we could understand that altars can speak En ef við myndum skilja að alturu þau tala, to bless you, annarkvæmt er að blessa þig, or altars can speak to curse you. eða þau geta bölvað þér. Do you have anything like that in Europe, here in Iceland, Eitthvað til staðar svoleiðis í Evrópu eða hér á Íslandi, that you have this white magic? að það er svona hvítagaldur. People, they can go to
This is in Europe. Þetta í Evrópu. Það til Facebook-grúpa fyrir galdra og þess áttar. Það fullt af fólki á Íslandi sem ástundar svona galdratrú. Ég frá Afríku og ég veit og ég þekki þegar ég sé þetta þá kallaði þetta bara einhverja svona menningu en þetta eru galdra og galdrasynd fyrir mér þegar ég kem frá Afríku, ég þekki þetta. That is the point. Þetta akkurat That's what málið. I want to. There are things here Það eru hlutir hér that people they do fólk framkvæmir ákveðna hluti in Western world. í vesturheimi. People they are doing those things. Fólk með þessi athæfi. They think is for fun. Þau halda þetta sé bara til skemmtunar. For feel good. Til þess að fá ykkur velíðan. Is a hobby. Þetta svona tómstundagaman. Is something to do. Eitthvað bara til þess að gera. But there is witchcraft inside. En það galdrasynd in other words, there is a spirituality. Með öðrum orðum, þetta háandlegt. Every spirituality hver andlegheit connects you to a spiritual realm. Tengir þið inn í andlega vídd. When you speak about supernatural, þegar þú talar hið yfirnáttúrulega, supernatural is a world of the supernatural. Hið yfirnáttúrulega heimur hins yfirnáttúrulega. Now it depends which supernatural. Og það veltur líka á því hvaða yfirnáttúrulega God is a supernatural God. Guð yfirnáttúrulegur Guð. But devil is a supernatural small God. En djöfullinn yfirnáttúrulegur lítill falskuð. Angels are supernatural beings. Englar eru yfirnáttúrulega verur. Demons are supernatural beings. Djöflar og dímonar eru yfirnáttúrulega verur. That's why deliverance is needed. Þess vegna þarf endurlausn. Because people can be bound. Þegar fólk getur verið bundið. By the work of the enemy. Fyrir verk óvinarins. Now in Poland. Núna í Póllandi. The shocking, I delivered one guy that I delivered the first time, the man. Einn náungi maður sem ég rak út á. He was a member of the Satan church. Hann var meðlimur í Satanskirkju. And he's an official church. Og þetta opinber kirkja. That is in Europe. Og þetta í Evrópu. Delivering that man, he was jumping from the floor. Þegar ég var að biðja fyrir þessu manni, and come on air. Hann hoppaði nánast and he could twist himself. It's like he's not a human. Og hann svona snerist bara í lausu lofti. Þetta var ekki mennst. But God delivered him. En Guð endurleysti hann. And I know he's a delivered man till today. Og hann frjáls í dag. And then og síðan another man came. He's still in the church today. Annar náungi kom og hann ennþá í kirkjunni. He was a shaman. Hann var shamma. I think those people are here also in Iceland. Þetta fólk líka, þetta svona galdra. And it's a group of people þetta hópur fólks who are learning this spirituality. Þetta fólk sem að læra svona yfirnáttúrulega hluti. Now this man en þessi náungi have a daughter. Hann átti dóttir. When he came to church þegar hann kom í kirkjuna with that daughter, með dótturina, the Lord revealed to me þá opinberaði Guð fyrir honum that he has to remove the word he spoke over that daughter. Hann þarf að fjarlæga orðin sem hann talaði yfir dóttur sinni. And I said, I saw you a place where ég sá þig, sagði ég, á ákveðnu stað. You are kissing this little girl. Þú varst að kissa þessa ungu stúlku. I cannot understand it because when I look at you, you love her so much. Ég skil þetta ekki alveg þegar ég horfa á þig, þá kærleikurinn the Lord is saying, ekta. The sickness that she has en sjúkdómurinn sem hún bar came because of your mouth. Kom vegna þess sem þú talaðir. He started to cry. Hann byrjaði að gráta. And he said it's true. Hann sagði það satt. This baby was pregnant. Þegar hún var í móðurkviði. The mother of this baby when she got pregnant. Þegar hún var í móðurkviði og móðurinn. We were not in love.
þau voru ekki ástfangin. But I saw she wanted a baby. En hún vildi eignast barnið. So me, I saw I don't want to have a baby Og ég sagði, ég vill ekki with a eignast woman we are barnið. not in love. En við vorum ekki ástfangin. So I decided to go because I was practicing the shaman. I went to the mountain Þannig að ég fór upp á fjall til and I sjaman seated on the altar og ég satt á altarinu and I was cursing the pregnancy. og ég var að bölva þessari, hún var I did the barnshafandi. sacrifice I was supposed to do, Og ég færði fórnir and then he said, and then he was sending the arrows to destroy og þannig að hann var that að pregnancy. senda þessa andlegu örvar til þess að yrði bara fóstureyðing. The lady, she got sick, Konan, She went to móðurin var the veik, hospital, hún fór á spítalan but the baby was not aborted. The baby survived. en það varð ekki fóstureyðing og barnið var fætt And he tried it 3 times. og hann reyndi þetta í þrígang. The 3rd time, Og í þriðja skiptið, when he was doing it, he collapsed. þegar hann reyndi þetta, þá bara fjall hann yfirum. And he saw, no, I cannot do anything to this baby. Og hann sá að sér og sagði, ég get ekki gert neitt gegn þessu barni. And this is where he started to realize there is more power than what was happening there. Og þá átti hann sig á að það var eitthvað æðra afl, eitthvað sterkara afl sem var að störfum þarna. He started to look for a church. Hann byrjaði að leita að kirkju And when he was looking for a church, og þegar hann var að leita að kirkju, he came to us. þá kom hann til okkar. So when he came to us to church, Og þegar hann kom til kirkjun okkar, and then he was delivered. og þá fekk hann endurlaust. But when he came with that daughter, En þegar hann kom með dótturinni, the Lord revealed to me. þá opinberaði Drottinn fyrir mér. And then he said, he revealed the secrets. Og þá opinberaði hann þessi leyndamál. That man is European. Þessi maður er evrópskur. But you can see is a person who they understand that they can go on their altar En þetta náungi sem skilur eitthvað and start to að curse people getur farið á altari og byrja að bölva fólki and destroy people. og bara eyða fólki. We have scientist people in Europe. Og við erum með vísindamenn í Evrópu. Many things they happen spiritual here. En margir andlegir hlutir sem gerast hér. But we do not call them spiritual. En við köllum það ekki andlega. Because we don't want to be crazy. Við viljum ekki líta út fyrir að vera klikkuð. But it's real. There are things which are happening. En það raunverulegt og það ákveðnir atburður sem að gerast. There is a power behind it. Og það kraftur á bakvið þetta. I'm telling you, Europe, entire Europe. Ég að segja ykkur að öll Evrópa. There are demons which are rising in Europe. Það dímonar og ill öfl sem að rísa upp í Evrópu. An entire world. Og allan heim. To fight. Það sem heimstrottan sem að berjast. For churches. Yfir kirkjum. To be silenced. Að þagga kirkjurnar. So that people, they will lose freedom to preach the gospel in the church. Þannig að fólk missir frelsið að predika fagnaðarerindum Jesú Krist. I know countries, some of my friends, Ég þekki í ýmsum löndum þar sem vinir they had mínir already búa. court case. Það hefur með þess að verið dómsmál. Because they preach in the church. Að því að þeir predikuðu í kirkjunni. About LGBT. LGBT. Samkynhneigða og þess háttar. By mentioning that. Bara með því að tala stafrófsfólkið. Because the country already have a law approved. Að því að það var búið að samþykkja lög í landinu. And so you don't have right to discriminate people. Og þú máttir þá ekki mismunna or to fólki. Speak against the right of people. Eða tala you are in the court. gegn öðru fólki. Og and I'm telling you, in the next 5 years to 10 years, ég segi ykkur í næstu 5 til 10 ár, you will see how church will have to make choice að kirkjan þarf að gera ákveðið val between God milli Guðs and between government. Eða stjórnmála. So we the church, og við sem kirkjan, that's why we need to build altars. Sem sagt kirkjan gegn yfirvöldum, við þurfum að byggja alturu. And all the things we are seeing, og allt það sem við erum að sjá, they are not normal things. Þetta ekki eðlilegir hlutir. They are spirits behind them. Það andi á bakvið þetta. We have to become spiritual. Við þurfum að vera andleg. So we can understand. Til þess að við getum skilið. Why women af hverju við sem around the world allan heim. The Bible says, Biblían segir, a mother að móðir can forget getur gleymt his son
syni sínum, but God will never forget en you. Guð mun aldrei yfirgefa okkur. Why God is comparing himself with the mother? Akkur Guð að bera sig saman við móður? Because mother are wonderful. Þegar mömmur eru æðislegar. There are no amazing people like mothers. Það enginn eins frábær eins og mamma. But the devil is stealing the motherhood. En Spirits. djöfullinn andaveru vonskunar að ræna þessu móður hlutverki. Among mothers Og meðal mæðra and the young generation, og unga kynslóðin, the people for today, að fólkið í dag, when you talk to young þegar people, þú tala við ungt fólk, some of them they're like, I don't want to have children. og sumir að segja, ég vill ekki eignast börn. They are growing, I don't want to have children. Þau tala bara beint út, ég vill ekki eignast börn. Number two, the others say, oh, abortion is okay. Og þau segja bara, fóstureyðingar, það allt í And lagi. we are coming to a place where we have to legalize those things in the church. Og það komið að því að það þurfa að löglega hluti í kirkjunni. Because when you are not standing on the altar Vegna þess að þú stendur ekki á of altarinu, God, altari Guðs, you will be ruled by any other kind of altar. þá munu hvers konar öðruvísi og önnur alturu ráða og stjórna í That þig. you have to check yourself right now Þú þarft að athuga sjálfa þig núna. and think about the culture. Skoðaðu sjálfa þig og menninguna. Think about Iceland. Hugsaðu Ísland. How many things in Iceland Hvað eru margir hlutir á which Íslandi are against the Bible, sem eru gegn but for you ritningunni, they are normal? en fyrir annað fólk er þetta bara eðlilegt? How many things? Hvað For eru you they margir are normal. hlutir? It's normal. Fyrir öðrum er That þetta is bara an eðlilegt. altar. Það er altari. It's a stronghold of the nation. Þetta er eitthvað vígi gegn Is þjóðinni standing against the altar of God. sem stendur gegn altari Guðs. But we are approving it as a church. En við erum bara samþykja And we þessi think it's kirkja normal. og við höldum þetta sé We are eðlilegt. called, come back to the altar. En við hafa verið að kalla okkur aftur Because til when you come altarsins. to the Þegar altar, þú kemur aftur your til eyes altarsins, will open up. þá opnast augu þín. You will understand the Þú supernatural. skilur þið You will yfirnáttúrulega. understand the spiritual world is real. Þú skilur að þið andlega orðið er raunverulegt. And then we can stand and fight against it. Og síðan, þá getum við tekið stöðu gegn því og barist gegn því. The next 10 years, Næstu 10 ár. you will see how much divorce will be in high rates. Þið munið sjá hversu mikið öfga hlutir munu ríkja. More than it is today. Miklu meira heldur en í dag. And the church, it will be normal. Og fyrir kirkjuna verður þetta bara eðlilegt. We have to come to a place where Við þurfum að komast á þann stað. we, the church, Það sem við sem kirkja. we have to be on the altar Við þurfum að vera á altarinu. to protect our children, Til þess að venda to börnin okkar. protect our nation, Venda to þjóðin protect okkar. our future, Venda to framtíðin protect okkar. revival. Til þess að venda That's vakningu. why God is calling people Þess vegna er Guð að to kalla be on fólk. the altar Til þess að vera á so they can altarinu. unlock the Til supernatural. þess að þið geti opnað þið andlega. Amen. Amen. Now the question is, Nú er spurningi svo. are you the candidate? Ert þú málsvarinn? Are you that person that God gonna use? Ert þú persóna sem Guð ætlar að nota? The time has come, Tíminn er núna. and the time is now, Og tíminn er akkurat núna. where God wants to manifest His supernatural blessings Þegar Guð vill opinbera sínar yfirnáttúrulegu blessanir through us. í gegnum okkur. But it cannot happen En það getur ekki gerst if you are sleeping. ef þú ert sofandi. It cannot happen Þetta getur ekki gerst if you feel comfortable. ef þú ert bara í þægindaramanum. It cannot happen Þetta getur ekki átt sér stað if you are not offering your body as a living sacrifice on ef the að þú ert altar. ekki að færa líka þinn sem lifandi fórn á It altarið. cannot happen Þetta gerist if you ekki don't want to make a step to move forward. ef þú tekur ekki skref fram á við. That's why God is calling us Þess vegna er Guð að to kalla okkur rise up til þess að rísa and to upp, become the giant of this til generation. þess að vera rísar landsins. Mothers, where are mothers who pray? Mömmurnar, hvað eru mömmurnar sem biðja? My mother was praying for me. Mamma mín, hún bað stöðulega fyrir mér. She prayed. Hún bað. I did not believe in her. Ég trúði ekkert á Neither believe in hennar. her prayer. Ég trúði að bænir hennar voru gagslausar. But I remember she was telling me, En ég man þegar hún sagði mér, one day einn dag, you will pray in tongues more than me. þá myndu tala meiri tungum en ég. And I would say, Mom, please. Ég sagði, mamma, láttu ekki svona. But she was praying. En hún var biðjandi. Today when we are talking about that with her, Og þegar ég tala um þetta við hann í she dag, would just tell me, pray for your children.
Hún segir bara, biddu fyrir börnunum When þínum. you pray for your children, Þegar þú biður fyrir börnunum þínum, you create a next generation. þá ert að skapa framtíð næstu kynslóðar. Are we together, church? Erum við að tengja? When we are on the altar, Þegar við erum á altarinu, your pastor will love you. þá elskar pastorinn But she þig. will tell you the truth. En hún mun segja þér Don't sannleikann. be offended, please. Ekki vera móðgáður. I am offended Ég móðgaðist and I quit. og ég hættur. I'm sorry. I'm sorry that you are quitting. Mér þykir að leitt og allir But let hætta. the truth be told. En látum sannleikan ríkja. If the pastor tells you the truth, Ef að pastorinn segir þér then she sannleikan, loves you. og það þýðir að hún elskar She þig. wants you to be transformed. Og pastorinn vill sjá þau And that is ummyndast. why God called her Það vegna þess að Guð to kallaði speak hana truth in your life. til að tala sannleikan í lífið þitt. People of God, Fólk Guðs, we have to make a decision. við þurfum að taka ákvörðun. We have to make a decision. Við þurfum að taka ákvörðun. Which altar are we going to stand Á on? hvaða altar ætlar þú að standa? The altar of offense, Altari the móðgunar, altar of quitting, altari þess að the að altar gefa of sig, jealousy. altari afbríðinar. Which supernatural world are you in? Í hvaða andlega heimi ertu? And I'm telling you, it doesn't matter how you speak in tongues. Ég að segja að það skiptir ekki máli It hvernig þú doesn't talar í matter how tungum. much you show off. Það skiptir ekki máli hvað þú What vissum. matters Það sem skiptir is máli. how you are being transformed. Hvernig þú ert að vera ummyndast. Because the altar Því að is altarið the place of sacrifice. staður On fórnarinnar. the altar there is Á death. altarinu dauði. There is life. Það líf. And you have to die on the Þú altar ert að deyja á so you altarinu. can become alive. Til þess að þú getur risið upp til So lífs. altar is not a joke. Altarið ekkert grín. Sometimes we go there afraid. Stundum förum við okkar In skítrætt. Old Testament, Í Gamla testamentinu. for the king to go, for the priest to go to the Holy of Holies, Fyrir prestin að fara inn í hið he allra needed a helgasta. coat on his leg. Og þá var sem Because skikkjufaldur. it was a matter of life and death. Og það var bundið kaðall öklarnas. And he has to enter there. Og þegar hann fór hann inn, He's serving God. og hann að þjóna But if Guði, he went with sin, ef hann fór hann með synd, he could not come back. þá kom hann ekki lifandi út. So people, the signal you have to pull and, Og þá and he has þurfti to bara give a signal. I'm toga. still alive. I'm still Ég alive. ennþá lifandi. I'm still Ég alive. ennþá lifandi. I wish I could see that movie. Ég geti séð þetta á bíómynd. It's good like people are in the gym and playing and jumping. You know, God is so good. Vitið að Guð er svo góður. I don't know how the priest was doing it, Ég veit ekki hvernig presturinn fór but he að has to þessu. prepare himself. En hann þurfti að undirbúa But sjálfan today sig. the church, En í dag þá er because kirkjan, of the ultimate sacrifice and altar of Jesus Christ on the cross, vegna fórnarin í eitt skipti fyrir öll. we can go Jésus á krossinu. and we can do whatever we want to do. Þá getum við átt frían But you aðgang can og gert do hvað it, sem it er. can look like right, but it's not. En það getur Okay. litið út fyrir að það sé rétt, en það er bara ekki í lagi. Listen to Holy Spirit. Hlustu á heilagan anda. He wants to bring you to a place of transformation. Hann vill koma þér á stað ummyndunar. I know all of us, we have our Ég weaknesses. veit að við berum öll okkar And all veikleika. of us, we are growing. Og við erum öll að vaksa. And all of us, we are being Og transformed. við erum öll að But do you want umbreytast. to be on the altar? En þú vilt vera á altarinu. Are you gonna stay there? Ætlar að staldra þar við. You can't be there alive. Þú getur ekki verið þar lifandi. You have to come there and die Þú verður að koma þangað og deyja and rise up as a new man. og rísa upp sem nýr maður. Amen. 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 Mér finnst þess að ég bara sé búið með kennsluna. Þetta er mjög gott. Þú far aftur heimboð. If I'm approved, I'm glad. Ef ég verð samþettur, það gleður mig. God is so good. Guð er svo góður. I love that man of God so Ég much. elska þennan Guðsmann. Glory to Jesus Christ. Dýr sé Guð Jesús Kristi. Now, Núna, ask yourself, spurðu sjálfa þig. what shall I do? Hvað á ég að gera? Am I satisfied where I am spiritually? Er ég ánæður með hvar ég andlega? Which step should I take Hvaða skref á ég að taka? to go to a place where God is leading me? Til þess að fara á þann stað sem Guð er að leiða mig til.
How many would like to heal the sick here? Hvað eru margir sem elska að biðja fyrir sjúkum? How many would like to prophesy to people here? Hvað eru margir sem vilja spá yfir fólki hér? The spiritual realm is real. Andli heimurinn er raunverulegur. And this is what God wants for Og us. þetta er það sem Guð ætlar okkur. God wants us to operate in the supernatural realm. Guð vill að við störfum í hinu yfirnáttúrulega. God wants us to manifest supernatural realms here on earth. Hann vill að við opinberum hið andlega hér á jörðu. And you know how I love God? Og veistu hvað ég elska við Guð? Sometimes He will even heal people Stundum þá læknar á fólk regardless of your relationship with Him. sem að hefur ekkert að gera með samfélagi við hann. But that is the most dangerous state of every minister. Og það er alvarlegasta staða sérhvers Guðsþjóns. If God is healing people because He just wants to heal Ef að Guð er bara lækna til þess að lækna and not because of your relationship with Him. en ekki út af samfélaginu viðkomandi við Guð, Have relationship with God. eigðu samfélag við Guð. You know what? Let me unpack that little. Leyfðu mér aðeins að taka umbúðunar The af þessu. Bible says Biblían segir that Jesus will say, að Jesús segir go, I do not know you. Go, I don't know you. Hann segir farið, ég þekki ykkur ekki. I prophesied in your name. Ég spáði í þínu nafni. Go, I don't know you. Farðu, ég þekki þig ekki. I did miracles. Ég gerði kraftaverk. I don't know you. Ég þekki þig ekki. I cast out demons. Ég rak út í landa. I don't know you. Ég þekki þig ekki. It's not about what we do for God. Þetta fjallar ekki hvað við gerum fyrir Guð. It's about the state of our heart with God. Þetta fjallar ástand hjarta okkar frammi fyrir Guði. Church, Kirkja, stop being busy hætt að vera svona upptekin. doing things for God. Að gera hluti fyrir Guð. Have intimate relationship with God. Eigðu innilegt samfélag og nánd við Guð. Can you imagine? Getur ímyndað þér? You are cleaning the church Þú ert að skúra í kirkjunni, because you love God. eða reynsa í kirkjunni af því að þú elskar Guð. And another person cleaning the church Og önnur manneski sem að because he wants þrífa God to love kirkjunni him. til þess að fá Guð til þess að elska sig. It's a big difference. Þetta mikill munur á. You are trying to be kind at church, Þú ert að reyna að vera svona blíður í kirkjunni. but it's not coming out of you. En þetta kemur ekki út frá So þér. it's fake. Þannig að þetta er bara, Fake smile. þetta gerfi bros. God wants you to be real. Guð vill að þú sért He raunverulegur og wants you to ekta. surrender. Hann vill að þú sért ósvíkin og þú gefist fyrir honum. I don't know about this. I don't know it. Okay. You don't have to know it. Ég veit ekki þetta. Þú You þarft have ekki to að have to vita seek þetta. the Father. Þú ert að leita föðursins. Seek Jesus. Leitaðu Jesú. He is available. Hann er He's aðgengilegur. waiting for you. Hann býður eftir þér. You don't have to be an expert. Þú þarft ekki að vera sérfræðingur. You have to be a son. Þú þarft að vera sonur. You have to be a daughter. Þú þarft að vera dóttir. The Father will bestow Faðirinn mun His love in endurreisa you. elskuna í þér. There are people Það er fólk. who are in the church for many years Það er fólk sem búið að vera í kirkjunni svo árum skiptir. and they are still broken and broken and broken and broken. Og þau eru bara brotin og svona bara mölbrotin innan með sér. Not because the altar has broke them. Ekki af því að altarið hefur brotið þau. No! Nei! Because family broke them. Af því að fjölskyldan brást. Because work broke them. Af því að vinnan hún Come on the yfirsteyfur. altar. Komdu á altarið. The altar will fix you. Altarið mun setja þig í stand. After divorce, Eftir altar. Altarið. After a breakup, altar. Eftir að hætta með kæristunum, altarið. maybe you lost someone which you love so much. Kanski mistur ykkur sem að þér var No mjög one will feel náinn. that emptiness. Það mun enginn upplefa þennan tómleika. No one. Enginn. Only Jesus. Aðeins Jesú. That's why we need altar. Þess vegna þau altarið. Come on the altar. Komdu á altarið. Don't run away from the altar. Ekki hlaupi burtu frá God is calling altarinu. you to come on the altar. Guð er að kalla þess að koma When á you altarið. come on the altar, Þegar þú kemur á you altarið, become empowered. þá færðu aukinn kraft. You receive new strength. Þú fær nýjan styrk. You speak a new
language. Þú talar You nýjum sing tungum. a new song Þú syngur nýja söng. because you are on the altar. Af því að þú ert á You are on the altarinu. place where strength Þú is ert á found. stað þar sem styrkur færi þig fram. The altar is calling you. Altarið er að kalla þig. You are not going Þú ert ekki að fara to be focused on doing things for God, til þess að einblína á að gera hluti fyrir Guð which you don't carry. sem að þú berð ekki. Other things will become natural for you Aðrir hluti verða þér eðlislægir. when you carry God. Það sem þú berð Guð. We can have desires for the gifts. Við getum haft þráð eftir gjöfunum It's good og já, gjöfum and og it's hans. amazing, Og þetta er frábæra gjafir. but gifts are not taking you to heaven. En gjafirnar færa þig ekki til himna. You can be an anointed minister and be depressed at the Þú same getur time. verið smurður þjódd Guðs og verið alveg að drepast úr þunglindi. Why? Af hverju? There is no intimacy. Það er engin nánd. You don't have the battery. Það er engin hleðsla. Come on the altar Komdu á altarið and you will see your life will be transformed. og þú sér lífið þitt umbreytast. I believe Ég trúi the entire Iceland að allt Ísland need to come back on the altar. þarf að koma aftur á altarið. We will stop having bad opinion about others. Við erum að hætta að vera með slæmar skoðanir á öðrum. We will love one Við another. erum elska hvort annað. Unity does not mean we think the same. Eining þýðir ekki ef við hugsum öll eins. If we could all think the same, we're going to be robots. Ef við myndum hugsa öll eins þá verðum við bara And vélmenni. life will be boring. Og lífið væri leiðilegt. Life is so good Lífið er svo gott. when there is a riches of different thoughts, Þegar ríkdæmi mismunandi hugsanir, different capacity, different ability. mismunandi hæfileikar og eiginleikar. And we come together Og við komum saman to build the body of að Christ. byggja líkama Krists. Iceland, Ísland, your time has come. tíminn ykkar er komin. Iceland, Ísland, your hour has come. stundin er komin. Iceland, Ísland, this is your time. þetta er ykkar We tími. need to come back on the altar. Við þurfum að koma Ministers aftur á of the altarið. gospel. Og þjóna fagnarinn. Ministers of the gospel. Þjónar fagnarinn. Churches. Kirkjur. Believers. Trúaðir. There is a call from God. Það er kall frá Let Guði. us come back on the altar. Förum aftur, snúum aftur til We are not altarisins. going to overcome the enemy Við yfirstígum ekki óvinnin with our theologies. með Guðfræðin okkar. No. Nei. We need prayer. Við þurfum bæn. And not prayer which are fighting with one another. Prayer which is building intimacy with the Father. Ekki bæni sem er að berjast gegn hvort öðru, heldur nánd og einlægni við Guð. The time has come. Tíminn er komin. The time is now. Tíminn er hér. The time has come. Stundin er hér. And the time is now. Og tíminn er núna. I want you to understand Ég vil að þið skiljið you are called by God. að þið eru kölluð af Guði. You don't have to look for another person. You have to start with you. Þú þarft ekki að leita að annari mannsku, byrja á þér. Revival starts with you. Vakningin byrjar á þér. Revival starts with you. Vakningin byrjar á þér. Revival starts with you. Vakningin byrjar á þér. So take the fire. Taktu eldinn. Take the fire. Taktu eldinn. Walk with the fire. Gangtu með eldinn. And let the fire of God manifest through you in this nation. Og láttu eld Guðs opinberast fyrir þessa þjóð. Amen. 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 Lift up your hand to the Lord. Lyftum höndum til drottins. Say, Lord Jesus, I'm here. Segðu, drottin Jesús, ég er hér.